Komið sæl og blessuð og bara verið hjartanlega velkomin hérna á þessu útskrift. Þetta nú aldeilis tímamót hérna í Grundaskóla. Verið að slökkva á tónlistinni? Búið? Heyrið þið í tónlistinni ennþá? Nei. Heyrið þið, hérna, ég svo heppin, ég átti ekkert að vera hérna uppi núna. Hérna, Siggi og Flosi, þeir nú vanalega hérna með þessa dagskrá, en Flosi forfallaðist og ég var beðin hérna á síðustu stundu, núna bara rétt í þessu, að vera með svona dagskrána. Og mér finnst það nú bara ótrúlega ánægilegt út af því að mér finnst ég nú aðeins eiga í þessum krökkum sem útskrifast. Ég var nefnilega hérna þegar þið voru bara að byrja í 1. bekk og var með ykkur held ég bara alveg í 4 ár, getur það ekki passað? Þannig að maður segir ekki nei við svona tækifæri. Þannig að ég bara ótrúlega glöð að fá að vera hérna. En ég vildi að ég hefði kannski undirbúið mig kannski örlítið betur af því að ég á svona í safni heima eitt og annað þennan árgang. Og mér langar aðeins til að segja ykkur frá örlítlu áður en ég kynni dagskrána. Ég verð að segja ykkur það. Að þetta hópur sem kann að redda sér og ég ánægð með það. Þetta litríkur hópur. Og það var alltaf mikið fjör í kringum ykkur. Eitt skiptið þegar ég hugsaði að það hafi verið bara í 3., öðrum eða 3. bekk. Þá fæ ég miða, sem sagt, í bekkin og þið voru að fara út í frímínútur. Og á miðanum stendur með svona krúttluðum stöfum Helga, hvað Helga? Helga þarf að fá að vera inni í frímínútunum í dag. Kveðja Ingimar og stafirnir voru allir svona sitt á hvað. Þannig að bara það gott að þið bara bjargi ykkur. Maður á alltaf að redda sér. Heyrði, en nú ætla ég nú að hefja þessa dagskrá. Sigurður Arnar skólastjóri, hann ætlar að flytja ræðu. Og eftir honum þá verður afhending einkunna. Síðan ætlar umsjónarkennararnir að vera með einhvað skemmtiatriði eða ræðu fyrir ykkur. Síðan kemur kveðja frá 10. bekk og það eru Lilja, Demi og Silvía sem ætla að flytja ræðu fyrir hönd 10. bekkjar. Og síðan ætlar hún Helga Atladóttir, hún ætlar að vera með kveðju frá foreldrum. Og síðan verður sýnt brot úr söngleiknum, Hunangsflugur og villikettir, sem sló svona rækilega í gegn. Það verður gaman að sjá brot úr því á eftir. Og að lokum þá þetta bara búið. Þá þið útskrifið. Heyrði, en ég ætla að fá Sigurð Arnar til að koma hérna upp og flytja smá ræðu. Já, góðan daginn, ágætu gestir. Það komið á útskrift skólaárið 2021 til 2022. Að baki flókið en á sama tíma skemmtilegt og fyrir margar hlutasakið óhefðbundið skólár. Grundaskóli var settur mánudaginn 24. ágúst 2021. Skólinn tók fyrst til starfa þann 7. október 1981 og síðastlið haust var komið að 40-afmæli skólans. Við fögnuðum þessum áfanga með glæsilegri afmælisdagskrá í október, þar sem bæði núverandi og fyrrverandi nemendur og starfsmenn lögðu sitt af mörkum. Skólastarf Grundaskóla stendur á tímamótum á margan hátt. Nú í lok skólaársins eru 675 nemendur í skólanum sem nánast sami fjöldi var síðasta skólaári. Nemendur skiptust í 30 bekkjadeildir í 1. til 10. bekk og eru 22 nemendur að meðaltali hverju bekkjadeild. Í ár erum við útskrifa 65 nemendur úr 10. bekk. Starfsmenn Grundaskóla eru samtals 118.
í misstórum stöðugildum, kennarar eru 74 að skólastjórn og stóðteymi meðtöldum, en aðrir starfsmenn eru 44. Þetta skólaár fer líkt og skólaárið í fyrra í sögubækurnar sem eitt af furðulegasta í sögunni. Það má segja að ekki bara sumt, heldur flest hafi verið gert með öðrum hætti þetta skólaári. Við lifum einstaka tíma þar sem heimsfarsótt hefur lagt milljónir manna að velli og heimsbyggðin öll hefur þurft að lifa eftir stífum sóttvarnareglum. Þetta hefur verið erfiður tími en á vissan hátt einnig lærdómsríkur. Skólastjóri hefur átt samtöl við foreldra og forráðamenn á öllum tímum sólarhrings til að boða sóttkví og einangrun, sýnatöku eða jafnvel útvega læknisaðstoð. Fylgja veikum eftir og svo framvegis. Ég vil nota þetta tækifæri að þakka foreldrum, skólafólki og starfsmönnum Heilbrigðisstofnunar Vesturlands fyrir frábært samstarf og velvild við að leysa úr ótrúlegustu vandamálum. Þetta allt fer í lærdómsbankann. Á þessum tíma lærðum við til dæmis að meta hluti sem áður töldust sjálfgefnir. Þar má nefna mega heimsækja ættingi og vini, að ferðast landið okkar, sækja skóla, að geta verið öruggur og njóta umhverfisins. Fleira kom til sem gerir þetta skólaár óvenjulegt. Annað dæmi mikla áskorun skólasamfélagsins má nefna að í lok skólaárs tókum við á móti nemendum sem hafa þurft að yfirgefa heimili sitt og fjölskyldu vegna stríðs í Evrópu. Eitthvað sem við áttum alls ekki von á frekar mörg öðru sem við komið upp á. Nemendur sem kom inn í grundaskóla á flótta undan stríðsátökum, án tungumáls, án vina eða fjölskyldu og án þess sem við teljum sjálfsagt og göngum að vísu dagstælega. Starfsfólk grundaskóla hefur tekið þessari áskorun sem öllum öðrum að mikilli fagmennsku. Í okkar starfsmannahópi öflugt og fjölhæft fólk sem tala mörg tungumál og þar með talið rússnesku. Það hefur verið frábært að sjá bæði nemendur og starfsfólk reyna að liðsinna flóttafólki í afar erfiðum og flóknum aðstæðum. Eftir að hafa kynnst aðstæðum og sögu þessa fólks, horfir maður á fréttir á kvöldin í öðru ljósi. Á þessu ári höfum við verið minnt rækilega á hversu mikilvægt það er að standa saman og hjálpa það sem ein heild. Ofan í heimsfarsótt glímum við umfangsmikil húsnæðisvandræði eins og allir þeir sem hér eru vita. Og þegar mest lét starfaði skólinn í 7 byggingum allan bæ. Í þessari stöðu hefur reynt á alla, foreldrar, nemendur, starfsfólk og allt skólasamfélagið sem hefur þó staðið saman og tekist á við mikið vanda af yfirvegun. Ótrúlegt satt, þá misti grundaskóli ekki út einn einasta skóladag í öllum þessum vandræðum, sama hvað á gekk. Á síðustu vikum og mánum hef ég verið margspurður hvernig getum við látið þetta allt ganga upp. Nú í lok skólaárs höfum við 60% þess skólahúsnæðis sem við þurfum alla jafnan. Lykill að velgengni er að hugsa lokamarkmið, en ekki tímabundi vandamál. Það á við skólann og það á við lífið almennt. Það er fjölmargir dagar sem unnið hefur fram á nótt hér í grundaskóla, þar sem kennar og annað skólahólk hefur unnið að endurskipulagja skólastarfið aftur og aftur vegna COVID eða húsnæðismála. Ég er ekki viss að allir bæjarbúar ger sér hreinlega grein fyrir því afreki sem hefur unnið. Ég hef oft hugsað þegar höfuðið komið á koddann eftir erfiða vinnudag, hvar værum við ef við hefðum ekki svo öflugt starfslið? Á sama tíma og vandræði steðja að hafa menn lagt ótrúlega vinnu í að hanna nýjan grundaskóla
og móta skólastarf til framtíðar. Á næstu 2-3 árum mun grundaskóli taka miklum breytingum. Við fáum meðal annars 14 nýja kennslustofur, nýtt skólaíþróttahús, tökum yfir Garðasel, frístund fær sitt húsnæði og ný og endurhönnuð skólalóð lítur dagsins ljós. Framtíð skólans björt. Faglega og skipulega munum við taka skref fyrir skref áfram og byggja hinn nýja grundaskóla. Árið 2025 verður skólahúsnæði okkar eitt það glæsilegasta í öllu landinu, bæði hvaða aðstæður og tækni. Allt umhverfi okkar að breytast. Það til dæmis ekki alltaf auðvelt fyrir foreldra að fylgja börnum sínum eftir þar sem samskipti fara stórum hluti gegnum stafræna miðla. Þetta áskorun sem reynir á samtal og samskipti á hverju einasta heimili. Ég get lofað ykkur því að þetta verkefni ekki að verða auðveldara. Við reyna okkur, bæði ykkur ungmenni og foreldrana, enn meira á næstu árum. Stafræn bylting reynir líka á skóla og skólafólk. Tengt námi og kennslu hafa mál þróast á góðan og uppbyggilegan veg. Við sem störfum í grundaskóla viljum hafa reglu notkun á símum og tækjum og erum sannfærð að algjört frjálsræði sé ekki alltaf rétta leiðin. Við þurfum að læra að umgangast þessa tækni því annars mun tækin og tæknin yfirtaka líf okkar með öllu. Þau eru hreinlega hönnuð til þess. Nýjar menntarannsóknir beina okkur í eina átt, það að segja að varast ofnotkun þessara tækja og hlúa að samveru fólks og mannlegum samskiptum í raunheimum. Unga fólkið sem hér situr hefur sem betur fer ekki miklar áhyggjur af tækniframþróun. Þau lifa í tækninni. Þau ættu þó að hlusta vel á foreldra sína og kennara sem hvetja til þess að fara varlega. Öll þau varnarorð eru sett fram af umhyggju og reynslu fólks sem veit hvað það að segja og vilji ykkur bara það besta í lífinu. Munið að einn dag verðið þið líka foreldrar og gefið öðrum góð ráð. Ný tækni einnig áskorun fyrir allt samfélagið því oft þróast umræða á svokölluðum athugasemdadálkum í tóma vitleysu, svo enginn virðist geta haft stjórn á. Það höfum við fengið að reyna hér í grundaskóla. Það ekki að undra þegar unga fólki segist ætla að fá sér popp og kók, það þegar hinir eldri ryðjast út á ritvöllin. Grundaskóli hefur tekið stórt skref tækniþróun og til dæmis eini skólinn á Íslandi sem hefur sagt skilið við mentor og hafi uppbyggingu á nýju samskiptakerfi sem nafnið Vítök. Hér að ræða metnaðarfullt þróunarverkefni þar sem starfsfólk hefur þýtt og þróað kerfi fyrir íslenskar aðstæður. Kerfi sem tekur mið af persónuverndarlögum en gefur tækifæri til að miðla margvíslegum upplýsingum í texta, máli og myndum. Markmiðið að styrkja þátttöku foreldra í skólastarfinu og veita betri upplýsingar. Ánægjulegt hversu jákvæðir foreldrar í grundaskóla eru fyrir þessum breytingum og í sameiningu þurfum við að þróa kerfið þannig að þjóna okkar sem best. Það margs fleira að minnast frá þessu skólaári. Óteljandi ánægjulega samverustundir í öllum árgöngum. Það sem stendur upp úr eftir þennan óvenjulega tíma hversu allir stóðu vel saman, nemendur, foreldrar, starfsfólk og í raun upplifðum við aldrei nein stór vandamál heldur verkefni sem við þurfum að leysa saman sem ein heild. Því verður ekki mótmælt að skólasamfélagið allt var mjög fegið þegar það fór að rofa til og birti við málum. Þegar allt kemur til alls, þá var samvera fólks, samvinna og félagsleg samskipti þar sem skipti mestu máli í líf okkar. Í vor var tekin formlega ákvörðun að keyra allt starf okkar á fulla ferð og sigla skólaskipi grundaskóla út á óveðrinu með seglum þöndum.
Í stað þess að jafna okkur eftir erfiðan tíma var ákveðið að tjalda öllu til og vinna upp tapaðan tíma. Þá stefnum á merki fjölda listasýninga, tónleika, bekkjakvöldum, námskeiðum, foreldrakvöldum, skólaferðalum og mörgu fleira. Of langt mál var að rekja það allt hér, en mér langar þó að nefna eitt verkefni. Það er leiklistaverkefni sem 10. bekkingar tóku þátt í, hunangsflugur og villikettir, og var lokaverkefnið á þessu skólaári. Þar stóðu þið ykkur öll frábærlega og margir unnu mikinn persónlegan sigur. Það er nefnilega mikill lærdómur fólginn í því að standa á sviði, leika, dansa og syngja. Stórt hrós til ykkur allra með þetta verkefni. Algjörlega framúrskarandi, frábært. Ég vil nota tækifæri til að þakka foreldrum og öðrum sem lögðu verkefninu lið með vinnuframlagi eða á annan hátt. Þáttaka foreldra sem þessi er ómetaleg fyrir skólastarfið. Við í grundaskóla fáum árlega marga gesti í heimsókn. Allir þessi gesti segja það sama, en það er að í skólanum ríkir notalegt andrúmsloft þar sem nemendur eru kurteisir og opnir og taka vel á móti þeim sem heimsækja skólan. Þetta er umsögn sem ég virkilega ánægður með og segi meira en margt annað um skólastarfið. Ég verð þó að tiltaka að það er gott að þessi gestir voru ekki hér í heimsókn þegar sumir af þeim sem nú eru að útskrifast úr skólanum áttu sínar óþekktar stundir. Já, gott fólk, þetta hefur ekki allt verið eftir bókinni. Þegar ég líti yfir hópinn, þá eru hér nokkrir sem hafa setið á skrifstofu skólastjóra og þurft að útskýra sín mál. Og sumir oftar en einu svo tvisvar. Hér inni eru foreldrar sem hafa þurft að mæta á staðinn til að fara yfir málin. Upp hafa komið spurningar svo sem, hvað verður eiginlega þessi börn? Í dag höfum við svarið og getum glaðst yfir að vinna og elja ykkar og okkar allra, samtöl og samtal og vinna virðist hafa skilað miklum árangri. Hér situr öflugur nemendahópur sem líkur námi, sem góði vinir, einstaklingar sem hafa lært kurteisi og kunna að meta góð samskipti. Ungt fólk með mikla hæfileika og á sannarlega framtíðina fyrir sér. Lærdómur okkar er kannski sá að í óþekkt er fólginn kraftur sem mikilvægt er að nýta til góðra og uppbyggjandi verkefna. Þessi orð er á vissan hátt vitnisburður ykkur ágætu útskriftarnemar. Þið hafið þroskast vel og elst á allan hátt og framfarir eru miklar. Í dag yfirgefur skólan öflugur námshópur, hópur nemenda sem heldur vel utan hvern annan og mun án vafa standa saman hvert sem leið þeirra liggur. Þessa samstöðu og samkennd þarf að varðveita og hlúa vel að og ég treysti ykkur öllum fyrir því. Á lífsins vegi liggja margar hættur. Fréttir í fjölmiðlum að afleiðingar fíkniefnaneyslu, umræður ofbeldi og kúgun í samskiptum er eitthvað sem á að veita athygli og forðast. Þegar reynir á er gott góða að. Já, það er rétt sem segir í lagliðinu, góðu vinur getur gert kraftaverk. Ég vil hvetja ykkur öll til að halda áfram í námi. Margar og fjölbreyttar námsleiðir í boði og framtíðin er ykkar. Hvert og eitt ykkar býr sannarlega yfir einstökum og ómetanlegum hæfileikum. Trúið því hvert og eitt að þið séu mikilvægt, að þið sem einstaklingar skiptið máli. Einhver daginn verðið þið mikilvægasta manneskjan í lífi einhvers vegna þess hver þið eruð og hvernig. Þeir eru sárafáir sem gangi í gegnum lífið án þess að verða einhver tíma fyrir vonbrigðum eða mótlæti.
en með jákvæðu hugafæri, virðingu, gagnvart samferðamönnum, ykkar og ykkur sjálfum og trú á drauma framtíðar mun ykkur farnast vel. Það ósk mín og von að ykkur muni farnast vel í hverju því sem þið takið ykkur fyrir hendur, kæri útskriftarnemar. Ég vona líka að þið eigi góða minningar úr grundaskóla og hugsið til skólans og kennarana ykkar með hlýju nú og þegar framlíða stundir. Þið og foreldrar ykkar hafa síðastliðnum 10 árum átt ykkar þátt að gera grundaskóla að góðum skóla. Fyrir það ykkur færðar innilegar þakkir. Við munum sakna ykkar en hlökkum til að fylgjast með ykkur glíma við verkefni framtíðarinnar. Ágætu útskriftarnemar. Þetta ykkar staður, þetta ykkar stund. Ég vil hvetja ykkur til að vera duglega að koma í heimsókn hingað í grundaskóla og taka þátt í viðburðum því þrátt fyrir þið séu brátt útskrifuð úr grunnskóla, þá grundaskóli alltaf ykkar skóli. Þið eru það bil að kveðja skólan ykkar og fáið vitnisburð árangur vetrarins afhentan. Eins og gengur niðurstöðu mismunandi, en ég vil engu að síður nota þetta tækifæri til að minna ykkur á að einkunnir eru aðeins einn mælikvarði á árangur. Við ætlum að hafa það fyrirkomulag hér í dag að nemendur koma í stafrófsröð upp og taka við einkunnarspjöldum og verðlaunum og ég ætla að biðja Kristján að koma aðstoða mig. Takk fyrir. Eigum við ekki bara að byrja? Heyrðu, þá komin að því að afhenda þessi einkunnarspjöld og það hún Alda Arunarsdóttir. Síðan ætla ég að fá Alexandru Erlu Grímsdóttir. Og Andru Ósk Pétursdóttir. Og Anítu Ósk Pétursdóttir. Arína Pekorína. Heyrðu. Arína, hún hlýtur einnig framúrskarandi námsárangur og fær hvatningarverðlaun frá Akraneskaupstað. Arnbjörn Ingi Grétarsson. Hægar. Mér fannst að Siggi sagði ég ætti að lesa hraðar en ég átti að lesa hægar. Þannig við skulum hafa þetta aðeins hægar þá. Aron Benedikt Birgittisson. Ásdís Erlingsdóttir. Baltasar Alexander Eck. Benedikt Ísar Björgvinsson. Benedikt, hann fær einnig hvatningarverðlaun Akraneskaupstað fyrir framúrskarandi námsárangur.
eitthvað í rugli hérna hjá okkur? Heyrðu, ég nefnilega bara með hérna umslögin, en þetta kemur. Þetta bara hefur verið raðað í vitlausa stafrósur þetta hjá okkur. Það ekki góðu, við höldum áfram. Já. Heyrðu, þá það Bergþóra Edda Grétarsdóttir. Heyrðu, og svo það hún Birna Rún Þórólfsdóttir. Heyrðu. Birna Rún, býta aðeins, hún fær einnig verðlaun úr Ingunnarsjóði fyrir prúðmennsku og góða námsárangur. Mér langar hérna. Heyrðu, mér langar aðeins til að hérna lesa, þetta úr Ingunnarsjóði. Mér langar aðeins að hérna lesa hana Ingunni Sveinsdóttir og segja ykkur frá henni. Ingunn Sveinsdóttir, hún var fædd 3. ágúst 1887 og dó 25. febrúar 1968. Ingunn Sveinsdóttir var fædd og uppalin á Akranesi. Foreldrar hennar voru Metta Steinunn Hansdóttir, Hoffmann og Sveinn Guðmundsson kaupmaður. Hún bjó lengst af á Akranesi og starfaði mikið að menningar og mannúðarmálum. Stóð hún til dæmis að stofnun Kvenfélags Akranes og Akranesdeildar Rauða kross Íslands. Einnig lét hún sig varða námsárangur ungmenna í skólum bæjarins og veitti verðlaun þeim nemendum sem sköruðu fram úr námi og prúðmennsku. Og Ingunn var gift Haraldi Böðvarssyni útgerðarmanni. Til hamingju, Birna. Heyrðu, Birta Marín Benediktsdóttir. Bjarni Snær Skarphéðinsson. Bjartur Ólafur Eyþórsson. Daði Snær Viktorsson. Hann eftir. Já, heyrðu, Daði Snær því miður ekki hann fær umslagi síðar. Demi Vandenberg. Ellert Kári Samúelsson. Heyrðu, Ellert, hann fær einnig hvatningaverðlaun Akraneskaupstaðar fyrir framúrskarandi námsárangur. Til hamingju. Elvar Daði Gíslason. Elvar Logi Guðjónsson. Ester Eir Heimisdóttir. Felix Heiðar Magnússon. Síðan það Gabriel Lorenz Einarsson. Og Gía Kristný Stefánsdóttir. Svo það Gísli Stefán Gíslason. Og Gunnar Smári Sigurjónsson.
Síðan það Gunnfríður Rakel Hannesdóttir. Heiður Sara Arnardóttir. Heiður Sara Arnardóttir, ég var aðeins að því að það kom eitt hérna nafn sem ég sá ekki hérna, ok, gjör svo vel. Haukur Leó Sigurðsson, hann hérna? Hann ekki? Þetta sló mig alveg út af laginu, þannig að það var einhver ruglingur þarna. Hann fær umslagið síðar. Helga Rós Ingimarsdóttir. Hjörtur Hrafnsson. Hlynur Örn Einarsson. Hrannar Þór Svansson. Hugrún Erla Arnarsdóttir. Heyrðu, og Hugrún, hún hlýtur verðlaun úr Ingunnarsjóði ásamt Birnu. Til hamingju, Hugrún. Síðan það Ísold Lilja Benediktsdóttir. Og Karen Káradóttir. Svo það Karen Þorgrímsdóttir. Heyrðu, mér langar að biðja Karen að vera aðeins hérna áfram. Hún hlýtur verðlaun fyrir framúrskarandi námsárangur á grunnskólaprófi. Og hún hlýtur verðlaun úr sjóði Guðmundar Bjarnasonar frá Sýruparti. Mér langar aðeins að segja ykkur frá Guðmundi. Guðmundur P. Bjarnason var fæddur á Akranesi 23. febrúar 1909. Guðmundur átti lengst af heima á Sýruparti og starfaði sem netagerðarmaður og fiskimatsmaður á Akranesi, auk þess sem hann gerði út bátinn Bjarna Jóhannesson í félagi við bróður sinn. Guðmundur, hann gaf byggðasafninu í Görðum neðri Sýrupartin 1989. Hann var einn af stofnendum knattspyrnufélagsins Kára árið 1922 og einnig Taflfélags Akranes 1933. Honum var mjög annt skóla, æsku og ungmenn á Akranesi. Sá sem sagt nemandinn sem hlýtur hæstu einkunn á grunnskólaprófi, hún fær verðlaun úr þessu sjóð sem Karen. Til hamingju, Karen. Svo vil ég fá hana Katrínu Þóru Þórðardóttiru. Konrad Gorajewski. Og Kristján Andri Valmundsson. Kristófer Aron Sigurjónsson.
Kristrún Lilja Ragnarsdóttir. Lilja Björk Unnarsdóttir. Magnea Sindradóttir. Matthías Gupdal. Nína Guðlaug Rúnarsdóttir. Heyrðu, hún Nína fær einnig hvatningaverðlaun Akraneskaupstað fyrir framúrskarandi námsárangur. Til hamingju. Síðan ætla ég að fá Ninju Sigmundsdóttir. Og Nökkva Snorrason. Og Ragnar Kristín Guðjónsson. Ragnar Páll Aðarsteinsson. Rakel Sif Stefánsdóttir. Rúnar Breki Óskarsson. Rúnar Sigurðsson. Salka Hrafns Elvarsdóttir. Heyrðu, Salka, hún hlýtur einnig viðurkenningu og minningu á sjóði Lovísu Hrundar fyrir prúðmennsku og góðan námsárangur. Og mér langar aðeins til að lesa um Lovísu Hrund. Lovísa Hrund Svavarsdóttir, hún fæddist 5. október 1995. Minning á sjóði Lovísu Hrundar er stofnaður í minningu hennar. Hún lést 7. apríl árið 2013. Lovísa Hrund var fædd og uppalin á Akranesi og foreldrar hennar eru Svavar Skarphéðinn Guðmundsson og Hrönn Ásgeirsdóttir. Hún var yngst 4 systkina. Hún kláraði grunnskólagöngu sína í Grundaskóla og stundaði nám við Fjölbrautaskóla Vesturlands. Lovísa, hún var mjög hugljúf og góð sál. Hún mátti ekkert aumt sjá og var alltaf tilbúin að hjálpa öðrum. Hún var mikil búkona og elskaði að baka og elda og börn voru í miklu uppáhaldi hjá henni. Síðan vil ég fá Söru Maríu Ármannsdóttur til að koma. Og Söru Pálsdóttir. Heyrðu, og Sindra Snæ Ásgeirsson.
Silvíu Þórðardóttur. Og Tómas T. Tómasson. Tristan Freyr Traustason. Valdís Harpa Reynisdóttir. Viðar Sigurþórsson. Viktor Daði Eggertsson. Viktor Örn Einarsson. Heyrðu, svo nú einn nemandi búin að sýna ótrúlega biðlund. Það hún Anna María Sigurðardóttir. Glæsilegt, þá ættu allir að vera komið með einkunnarspjöldin og bara innilegar hamingju óskir. Heyrðu en þá. Þá ætla umsjónarkennarar ykkar að segja nokkuð velvalin orð. Jæja, það komið að því. Voðalega gaman að horfa á okkur. Maður er svolítið heitt eftir alltaf þessi famlöf. Aðeins kannski að gefa okkur smá breyka, við erum eitthvað ekstra rauð. En jæja, elsku krúttsprenggjurnar okkar. Mikið ofboðslega erum við stolt að standa hér í dag og geta sagt að við séum kennararnir ykkar. Við fengum að vera þess heiðurs aðnjótandi að leiða ykkur síðasta spölinn á skólagöngu ykkar hér í Grundarskóla. Eitthvað sem við hefðum aldrei viljað missa af. Margt hefur verið brallað og margt hefur drifið á dag okkar og þrátt fyrir ýmsar hindranir er komið að því að þið ljúkið skólagöngu ykkar hér í Grundarskóla í dag. Ýmislegt hefur þó verið reynt til þess að reyna að koma í veg fyrir þessi tímamót. Og má þar nefna til dæmis Gateway 502 í boði Menntamálastofnunar, öll COVID-ævintýrin og loftgæðavandann og húsnæðisvandann, en ekkert hefur bitið á okkur. Við látum ekkert stoppa okkur og við höfum í sameiningu reynt að gera það besta úr stöðinni, alveg sama hvað. Þrátt fyrir að vera óheppnasti árgangur í sögu skólans, að sumra mati, komum við okkur að endingu vel fyrir í húsnæði FFA. Skólaárið hefur verið mjög fjölbreytt og skemmtilegt og við höfum brasað ýmislegt saman. Já, við skelltum okkur til dæmis saman á pöpparöld, eða þið vitið þarna með kosningaverkefnið. Og svo lærðum við smá, fórum í ógleymanlega lokaferð, og svo má alls ekki gleyma söngleiknum okkar þar sem þið fóruð öll gjörsamlega á kostum. Og það verkefni verður án efa lengi í minnum haft.
En það sem hefur verið svona þessi rauði þráður í gegnum okkar samstarf hversu hlýðið eruð og hvað eru tilbúin að gefa af ykkur. Hversu stutt alltaf í gleðina, dramaköstin, hávaðan, auk ótal margra skemmtilegra minninga sem eiga eftir að lifa með okkur ókomin ár. Já, takk. Ég vissi ekki svo spennt að ég kemi. En það verður verið seint sagt að þið séu árangurinn sem ekkert hafið þurft að hafa fyrir. Eiginlega bara þvert á móti og sum ykkar voru á tímabili komið með stimpilkort hjá Flosa aðstoðarskólastjóra. Og hann var nótabenni farinn að sakningar og ég hvet ykkur til þess að hafa sambandið hans sem fyrst þegar hann jafna sig. Eins og ykkur einu með lagið mættu því unglingadeildina með pompi og prakt. Það fór ekkert á milli mála að árgangur 2006 var mættur á svæðið. Slík var orkan og fyrirferðin að varla var pláss fyrir aðrar hormónasprengjur á göngunum. Og ekki einu sinni innstúngarnar fengu að vera í friði fyrir ykkur. En það birtir alltaf til og þegar á leið fór að rofa til og í ljós koma undir öllum þessum hávað og látum leyndust litla sætar krútsprengjur. Ótrúlega flottir og kraftmiklir einstaklingar sem við erum afar stolt af. Þið hafið lært að beisla orkuna og getið nú nýtt kraftinn og eljuna sem býr í ykkur til framdráttar, bæði í leik og starfi og verður ótrúlega spennandi að fá að fylgjast með ykkur í framtíðinni. Þó svo að við höfum á tímum verið örmagna af þreytu, þegar mest á reyndi og okkur hafi liðið eins og við varum að smala köttum. Þá vorum við ótrúlega stolt af ykkur, alla vegferðina. Og við vitum að vegferðin hér í skólanum verður ykkur góð. Jæja. Í dag eru þið samheldinn hópur, óttalegar kelirófur og það er ótrúlega gaman að tilheyra ykkur. Hópi sem er tilbúin í alls konar vitleysu og skemmtilegheit. Þið passið upp á hvert annað og kennarinn ykkar. Þið eruð óhræddu að sýna hlýju og faðmlögin sem við höfum fengið frá ykkur í vetur eru óteljandi og þykir okkur afar vænt þau. Þetta hefur verið viðburðaríkur tími og við munum án nokkurs efa líta til þessara ára með hlýhug ókomin ár. Það er skrítin tilfinning að standa hér núna. Horfa hvert og eitt ykkar. Varð að taka þetta. Og hugsa til þess að nú skilja leiðir. Þó svo að sögu okkar sé hvergi nærri lokið. Þið er alltaf stað í hjarta okkar. Og hér í grundaskóla þrátt fyrir plássleysið. Við óskum ykkur allsins besta og hlökkum til að fylgjast með afrökkum ykkar á komandi árum. Flýtið ykkur hægt og munið að njóta augnabliksins. Að lokum. Góða skemmtun. Ég er að taka myndan. Gerið ykkur klár, það komin 10 ár. Þetta verður kvöld sem verður aldrei toppað. Það verður aldrei toppað. Laugardalshöll, eru þið klár? Það verður aldrei toppað. Þetta verður aldrei toppað.
Ég stemningsmaður og ég lif eftir því. Ég sundlauga vörður með ókleiki. Þarf ekki svefn, ég tek ekki frí. Eins svitaskein og ég eins og nýr. Flaskan upp, kappan af, skáli bort, til í allt. Ekkert fasjón og ekkert skart, bara brjóskloss og bleiu kall. Fer ekki sundum að ég sé mig kúta flöskum á bakka sem ég þarf að stúta. Ég tek ekki að sensa, svo ég set á mig skjöld. Hér augljós staðreind, það Jammi kvöld. Gerið ykkur klár, það komin 10 ár. Þetta verður kvöld sem verður aldrei toppað. 3, 2, 1 Hoppa, hoppa, hoppa. Aldrei toppað. Hoppa, hoppa. Það verður aldrei toppað. Ég crazy bastard, ég andlit Jackson. Úrsblöður hættur í pökkunum, búin að vera 10 ár á tökkunum. Blöð, 10 years. Útvarpið hefði getað floppað, 10 ár höfum aldrei stoppað. Þetta kvöld verður aldrei toppað, má ég sjá höllin að hoppa. 18 ár síðan ég var með hár, höllin stöppuð, gerið ykkur klár. Ég meina spurningu, are you ready now? Það verður aldrei toppað. Ég vil sjá allir inni hoppa. Það verður aldrei toppað. Þetta verður kvöld sem verður aldrei toppað. 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 Here's to 10 more years. Gerið ykkur klár, það komin 10 ár. Þetta verður kvöld sem verður aldrei toppað. Það verður aldrei toppað. Laugardalshöll, eru þið klár? Það verður aldrei toppað. Þetta verður aldrei toppað. Hoppa, hoppa, hoppa. Aldrei toppað. Hoppa, hoppa. Það verður aldrei toppað. Stoneman! Ég stemningsmaður og ég lif eftir því. Ég sundlauga vörður með ókleiki. Þarf ekki svefn, ég tek ekki frí. Eins svitaskein og ég eins og nýr. Flaskan upp, kappan af, skáli bort, til í allt. Ekkert fasjón og ekkert skart, bara brjóskloss og bleiu kall. Fer ekki sundum að ég sé mig kúta flöskum á bakka sem ég þarf að stúta. Ég tek ekki að sensa, svo ég set á mig skjöld. Hér augljós staðreind, það Jammi kvöld. Gerið ykkur klár, það komin 10 ár. Þetta verður kvöld sem verður aldrei toppað.
hoppa, 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 Aldrei toppa hoppa, hoppa. Það verður aldrei toppa Ég crazy bastard, ég andlit Jackson. Úrsblöður hættur í pökkunum, búinn að vera 10 ára á tökkunum. Blöð, 10 years. Útvarpið hefði getað floppað, 10 ár höfum aldrei stoppað. Þetta kvöld verður aldrei toppað, má ég sjá höllina hoppa. 18 ár síðan ég var með hár, höllin stöppuð, gerir ykkur klár. Ég meina spurningu, are you ready now? Það verður aldrei toppa Ég vil sjá alla inni hoppa. Það verður aldrei toppa Þetta verður kvöld sem verður aldrei toppa 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 Here's to 10 more years. Geggjuferð. Heyrði, þá langar maður að biðja Lilju, Demi og Silvíu að koma hérna. Heiló. Það er smá stress, sko. Jæja. Við vorum valdar á árgangnum til að flytja þessa hjartnæma kveðju. Við verðum að viðurkenna að þið hefðu ekki getað valið betri einstaklinga í þetta verkefni þó við segjum sjálfa frá. Það verður að segjast eins og að þeir eru agalega heppin að fá að vera með okkur í dag. Það sem við erum glæsilegasti árgangur sem hefur nokkuð tímann útskrifast úr grundaskóla. Nú ætlum við aðeins að rifja upp þá eftirminnilegu skólagöngu sem hér er að ljúka. Haustið 2012 datt grundaskóli í þann lukkupott að fá okkur í skólan. Þeir kennarar sem tók á móti okkur voru þær Árdís Dögg Orradóttir, Hildur Karen Aðalsteinsdóttir og Kristrún Dögg Martinsdóttir. Á yngsta stigi var alltaf sjúklega mikið stuð, læti og ekki vorum við auðveldasti árgangurinn. Við fórum í margar eftirminnilegar ferðir, meðal annars Bjarteyjarsand og Hvalasafnið. Við vitum ekki hversu oft við fórum í þetta blessaða Hvalasafn og við getum fullyrt það hér og nú að við erum ekki á leiðinni þangað neitt á næstunni. Í 3. bekk var Hildur Karen alveg komið með nóg af okkur og tók Ingibjörg Harpa Ólafsdóttir við hennar bekk og fór með okkur upp á miðstig. Valdís Sigurvinsdóttir og Vilborg Helgadóttir tóku svo við af Kristrúnu og Árdísi í 5. bekk og Hrafnhildur Jónsdóttir tók við af Valdísi í 7. bekk. Miðstigið var fullt af rosalega skemmtilegum minningum, það sem farið var á Eiríksstaði, Reykholt og síðast en ekki síst Reykjaskóla. Fótboltinn á gervigrasinu var í fremsta flokki og mikið vesen og drama í tengslu við hver ætti það. Þeir fótboltastrákarnir, Tómas, Gabriel, Sindri, Konrad og Guðni, vildu fullera það að það væri enginn jafn góður á þeir og lögðu til að liðin væru alltaf þeir á móti rest. Það leið ekki á löngu þar til sá leikur var bannaður á Imbu
vegna þess að sumir áttu erfitt með skapið, vægast sagt. Á unglingastiginu tókum við Ingibjörg Haraldsdóttir og hann Jóhann Þór Eiríksson sem fylgjar okkur nú síðasta spölinn. Það var alveg yndislegt að koma í unglingastigið þar sem margar reglur breyttust og fannst okkur við sjúklega nett að fá að sleppa við að fara út í frímínútur. Í 9. bekk tóku þeir Valgarður Lyngdal Jónsson við af Ingibjörgu og Einar Viðarsson af Hröbbu og voru þá strákarnir á ströndinni sameinaðir með árganginn okkar. Unglingastigið voru skemmtilegustu og erfiðustu árin og setti COVID þar stórt strik á reikninginn. Við unnum mikið með Teams og heimaskóla árið vorið 2020 og á tímabili var félagslífið mjög erfitt og tók sinn toll fyrir marga. COVID hafði mikil áhrif á námið okkar en hjálpuðu kennarar okkur í dag okkur sjúklega mikið, gerðu sitt besta og kom okkur í gegnum það. Í lok 9. bekkjar var komið mygla í stofurnar okkar og húsnæðisvandamál var komið upp. Við vorum cirka 2 mánuði í golfskálanum sem var ákveðin lífsreynsla út af fyrir sig. Hún dásamlega Íris Aðalsteinsdóttir tók við af Valla. Síðan var Fjölbrautaskólinn verulega gjafmildur að lána okkur 3 stofur til að njóta góðs af síðasta árið okkar í grundaskóla. Við erum svo voðalega jákvæður og hóvar árgangur að við gerðum agalega gott úr því. Í lok febrúar árið 2022 drógu Einar Viðars og Gunnar Sturla hendur svo sannarlega fram úr ermum og punguðu út gamla söngleiknum Hunangsflugur og villikettir sem settur upp var í fyrsta sinn árið 2005 til 2006. Söngleikurinn kenndi okkur margt sem ekki hægt að kenna með bókum og blómstruðu margir í því verkefni. Söngleikurinn fékk rosalega góða viðtökur og miklu meira en við bjuggust við. Við erum alveg að springa þakklæti fyrir það tækifæri að fá að taka þátt í þessu geggjaða verkefni. Þetta verkefni hefur dregið árganginn saman eins og sardínur í dós og er hópurinn í dag afskaplega samheldinn. Við drottningarnar 3 sem stendur hérna fyrir framan ykkur erum rosalega þakklátar fyrir að vera partur af þessum geggja árgangi. Við værum ekki hér í dag ef það væri ekki fyrir ykkur. Hver og einn í þessum árgangi hefur þroskast sem frábær einstaklingur og við höfum notið þess að sjá okkur blómstra eins og gulir fíflar. Við viljum koma því á framfæri og hrósa strákunum okkar hvað þeir eru búin að þroskast mikið. Því við getum svo sannarlega viðurkennt það að þeir voru flestir mjög leiðilegir í 8. til 9. bekk. En í 10. bekk gjörbreyttust þeir og urðu að þeim gullmolum sem þeir eru í dag. Stelpurnar hafa samt sem áður alltaf verið jafn glæsilegar og þær eru í dag. Okkur þykir sjúklega vænt ykkur öll krakkar og við ætlum rétt að vona að ykkur þykir það líka. Næst vil ég þakka kennarum okkar í dag þeim Einari, Írisi og Jóa fyrir að þola okkur eins og við erum og hjálpa okkur í gegnum allt, meðal annars gelgjuskeiðið. Þið eru búin að standa ykkur ótrúlega vel, þið gerið alltaf ykkar besta í öllu sem þið takið ykkur fyrir hendur og setja okkur krakkana alltaf í fyrsta sæti. Við myndum ekki vilja ljúka okkar skólagöngu án ykkar. Við munum sakna kvenskurungsins Írisar sem alltaf var með allt á hreinu. Einar sem var lítill dökkhærður með spangir og sítta aftan og pappabröndurinn hans sem kom okkur alltaf að hlæja. Og síðast en ekki síst, Jóa sem alltaf var svo góðhjartaður, hugulsamur og studdi við baki á okkur öllum. Svo ekki megum við gleyma henni Huldu okkar sem alltaf svo hjartalíf við allt og alla. List- og verkgreinakennurunum og starfsfólki í grundaskóla í heild sinni. Okkur finnst að Bryndís Kjerúlf verði að fá sérstaka kveðju frá okkur. Þar sem hún hefur fylgt okkur nánast alla skólagönguna og sérstakann stað í hjörtum okkar allra. Hún er æðisleg í alla staði,
gerir alla daga betri og alltaf til staðar sama hvað. Við dáumst að Bryndís okkar fyrir að alltaf vera jákvæð, lífga upp dagan okkar allra og alltaf jafn skemmtilegt að vera í kringum hana. Okkur efst í huga þakklæti og viljum við fyrir hönd árgangsins þakka þér fyrir allt sem þú hefur gert fyrir okkur. Okkur þykir rosalega vænt þig og það enginn eins og þú. Takk fyrir öll árin, elsku yndislega Bryndís okkar. Það hefði ekki verið eins án þín. Sérstakar þakkir fara til grundaskóla og skólastjórnenda fyrir 10 æðislega ár. Þeir hafi staðið ykkur eins og hetjur. Muni svo að lífið eins og konfektkassi. Þú veist aldrei hvað kemur næst. Já, við viljum endilega fá Írisi, Jóa, Einar, Huldu og Bryndísi til okkar. Svo vildum við minna á það að árgangarnir gefa alltaf gjöf til skólans og við gáfum skólanum míkrafóna sem notaðir voru fyrir söngleikinn. Takk fyrir okkur! Virkilega hugljúf og skemmtileg ræða hjá okkur. Takk fyrir. Heyrðu, þá ætla ég að biðja hana Helgu Atladóttur að koma upp fyrir hönd foreldra. Jæja, góðan daginn og til hamingju með daginn bara, öllsumul. Kæru útskriftarnemendur, skólastjórnendur, kennarar, starfsmenn skólans, foreldrar, forráðamenn og aðri góði gestir. Við erum samankomin á þessari hátíðastund til að halda upp á útskrift barn okkar á grundaskóla. Grunnskólinn svo stofnun sem fylgir börnum okkar á mestu þroska árum þeirra. Mikil félagsmótun hefur átt sér stað á þessum tíma og mikil breyting á ykkur frá því voru 6 ára. En í grundaskóla hafið fengið góða menntun, kynnst frábærum kennurum og starfsfólki sem hefur stutt ykkur og verið til staðar á mikilvægum tímum. Á þessu skólaári sem nú að ljúka það sem stendur upp úr eins og hefur áður komið fram. Náttúrulega stórkostleg frammistaða ykkar í leikritinu Hunangsflugur og villikettir og að sjálfsögðu ferðin ykkar í Skagafjörðinn sem þið eftir að lifa á lengi. Þar sáum við öll hvaða stórkostlegu möguleika þið hafið bara með því að taka þátt, leggja á ykkur og fara út fyrir þægindarammann. Enginn veit hvað hann getur nema að reyna. Og í huga mínum mjög stutt síðan fyrsti skóladagurinn ykkar var. Og þessi 10 ár þau hafa verið mjög viðburðarík, bæði fyrir ykkur og okkur foreldrana. Þessi árgangur búinn að vera mjög kraftmikill, duglegur, útsjónasamur, mjög virkur, umhyggjusamur og dásamlegur í alla staði. Dýrmæt vinátta hefur myndast á milli ykkar unglingana og okkar foreldrana. Margt hefur verið brallað og ekki alltaf gengið vel að hemja ærslaganginn.
En það er náttúrulega mjög eftirminnilegt þegar við foreldrar voru boðið á fund hjá stjórnendum og kennurum og það var bara aldeilis alvarlegt ástand. Við foreldrar áttum bara að girða okkur í brók og taka á aga vandamálum ykkar. En það tókst og þið hafi bara staðið ykkur rosalega vel og við erum mjög stolt af ykkur í dag. Þetta eru kraftmiklir einstaklingar og þið eigið eftir að upplifa ykkar drauma og ná ykkar markmiðum. Kæru nemendur, þið eigið eftir að reka ykkur á. Þið eigið eftir að upplifa mótlæti og sorg, en líka gleði og ánægju. Þannig er bara lífið. Lífið er ekki bara dans á rósum og stundum þarf að hafa virkilega mikið fyrir hlutunum og munið það bara að gefast ekki upp. Svona persónulega er það að setja sér markmið það sem skiptir máli. Framundan eru ný og spennandi verkefni sem þið standi frammi fyrir og eins og stendur á vef landlæknisembættis, upphaf framhaldsskólagöngu eru tímamót mikilla breytinga í lífi unglings og er nauðsynlegt að foreldrar haldi áfram að leiðbeina, ræða málin og setja skýr mörk. Mikilvægt er að unglingar og foreldrar ræði saman og hjálpist að við að taka góðar ákvarðanir sem að hafa jákvæð áhrif á heilsu og líf. Unglingar okkar eru yndisleg ungmenni sem hefur verið sönn ánægja að fylgjast með á ykkar skólagöngu og ég vil að lokum þakka öllu starfsfólki skólans kærlega fyrir árganginn okkar. Kæru nemendur, innilega til hamingju. Takk Helga fyrir þessa flottu kveðju. Heyrði, en þá ætlum við að sjá brot úr söngleiknum. Mér skilst að þið séu að fara að syngja fyrir okkur. En það ekki?
og ég efast ekki að þau ættu að glæsta framtíð. Með þessum orðum þá skildi ég þessa útskrift aftur. Takk fyrir.